Pálsson, góður maður. Þér tóku það yfir að leiða oss yfir heiðina og til byggða hefur megin við hana. Við höfum gengið síðan reismál og nú senn komið miðnætti. Erum við viltir? Leiðin löng, áður en verður í herra. Senn komum við afsækið vér að Svörtustöðum, fremsta bæjándar. Við erum uppgefnir. Það færi vel á því að eigi væri langt eftir leiðar. Þar það séu ljóstur í fjarska. Það mun að Svörtustöður vera, skjöppist mér ekki. Lofaðu sér drottinn. Drottinn? Það var sem Jesús komið yfir hérna. Þér eru ekki nema verkværi drottins um himnum. Við erum öll verkværi drottins og gerum meir annað en það sem hann býður. Það þætti nú bara að hlæja til annað verkværi líf, en lítil að nota fjósi heim og gerum í þessu öðum. Þannig að annars hlæja hann þessu. Ég var að gefa fyrir kvöldsumóttum og bara allt sem er nú skreið sem ég þarf að gera. Voru þér að segja eitthvað? Nei, ég skil ekki að því kjaftu sem þeir eru á að sættast. Nú nálgumst þér bæinn. Hvernig maður er að gríma bóndi sem það býr? Hvernig maður? Nú er það að verða heitt, en með 2 börn og hann ekki verið tugur. Það þóttist þér vita. Það sem ég voru meira að leita eftir á staðkunnugum manninum, hvers slags maður er hann að háttu og að siðum og að skapverði. Allra síst myndi ég vilja fara illa með gríma Svörtustöðum, en það engin ástæða til. Eru þið hræddir við hann? Nei, ég er ekki hræddur við hann. Grímur er hversmanns huglegur eftir þetta allra í sýslunum. Það gleður oss, en við erum komnir heim á bænum og við skulum knýja dyra. Ég held ég að við erum bara heim aftur. Þú ert ekkert að mér að halda lengur þannig. Það er bara dyrum. Hver skyldi vera á ferðinni svo seint kvöld? Meiri ófriðin alltaf. Jóna brú kom í október. Bjarni Vaði slæddist líka í nóvember. Jólasveini herðinir riðu hús allan desember. Í janúar kom Bergþór Gili. Nú í febrúar er aftur að banka. Hvernig endar þeirra? Ég get ekki ímyndað mig hvernig þetta endar. En höfum við nokkuð tíma að byggja gest í febrúar fyrr? Það er kominn annar gestur. Því segir það, elskar mín. Það var bankað aftur. Guð ganga og barn. Þessi taki Grímur. Jú, en hvernig endar þetta eiginlega? 2 gestir, sama kvöldi. Kannski að vera að spyrja fyrir mér. Hvaða vitleysa? Það er aldrei spurt er þér eða okkur. Kannski núna er kannski þetta Ormur vinur minn. Orm? Hvaða orm? Vinur minn sem var hendur fjöllum. Nú, er Gunnar líka hún með ósynlegan veginn? Þriðji gesturinn. Þetta mér nú allar döfum svo höfði. Það mætti alltaf að við byggjum í alfaraleið. Jæja, ég verði bara að finna matræðdöðnir fólki. Fjórði gesturinn. Eigum við bara að hleypa þeim? Jú, það enda sjálfsagt með því. En höfum svefnpláss fyrir allt þetta fólk. Það held ég nú alla, nema við látum einhvern svolítið hlöðu. Fínt! Nei, nú fer ég til dyra. Gott kvöld, þér hljóti að vera gríma bóndi. Hvar er hinn? Hverjir hinir? Nú, hinn er sem standa þetta að berja dyrum. Við erum einar á ferð. Jón Bóndasóknir frá Geirnækingsstöðum fylgdi oss hingað en þurfti að snúa aftur heim. Við viljum kynna oss. Við heitum Sívert Sívertsen og erum sérlegur konunglegu spjátökur við Vildan Seðalbóttur Hátignar, Kristján VII og fulltrúi biskups. En það var bókað 5 sinnum. Við fullvissum yður að við erum einar á ferð. Fleira á ferðinni en fólki sé, falið er út úr grú. Bú, bú, bú. Álmar og forminni flækjast hér, forminni lega nú. Bú, bú, bú. Við
Sivert Sivertsen erum sérlega konunglegu spjátrungur við hirðan sjálfborna hátignar, Kristján VII, fulltrúi biskup og skrifar landstjóra höfum verið sendir til þess að hafa hendur í hárum útilegumanna og annars íttis sem á vegi vorum kann að verða. Jæja, ég fer að finna eitthvað að borða handa gestinum. Þaðan tókum við haustskipið frá til Eyrarbakka og hófum ferðalag vort miðjan Mörk. Og núna er komið fram á Kóu. Hvernig hefur þið gengið að handsama útilegumenn? Já, við höfum engan handsamenn, en oss er tjáð að í þessari sýslu séu þið margir og gerum góðbændur margar skrálegum. Hvað með yður, herra Grímur? Verðið þið mikið við þá varið hérna lengst undir herinni, alveg inn í Afdal? Þegar maturinn ekki var tilbúin, Guðrún mín. Jú, ég er svo sauð í suðupottinum. Ég svaraði spurningu voru. Oss hafa borist til einhverja sögur af útilegumönnum hér inn í Afdal og því leikur oss borðin á því að vita hvort þið hafi eigi orðið fyrir ónæði af þeirra völdum hér á Svörtustöðum innsta bæ í dalnum. Tja, við höfum séð einstak útilegumenni hérna á þvælingi en þeir gera okkur aldrei ekki þannig. Það kemur oss svolítið spónst fyrir sjónin, því að við værum útilegumenn á þessum slóðum myndum við fyrst heyra þennan bæ sem er næstur heiðinni og fylgsni voru. Þú fyrirgefur henni og svolítið erfitt með að skilja þig. Allt þetta oss og mér og yðar. Ég fann að halda sér flirtur. Kannski þess vegna sem bankar 50. Þegar við göngum erindans hátigna, ávörpum við þegnana sem værum við hann og myndum ætlast til þess að þeir ávörpuðu á sama hátt. Það eru verið ekki kunnugis háttum íslenskra kotbænda og sauðsvars almúa. Stopp. Æ, pabbi, það eru 100 áfram til þetta orð kemur í máli. Alltaf þetta er að sýna þig. Það er snopp, þegar ég var að byrja. Það veit enginn ennþá. Þá er maturinn tilbúinn. Ég vona að gestirnir gerir sér hann góðir. Nýtt sauðakjöt. Hvar fáið þið nýtt sauðakjöt á þessum árstíma á meðan aðrir gera sér góði, súrmat og tunnu eða saltaðan steinbít? Ég slátraði sauð í morgun. Sauð sem hefði fótbrotnað og varð að aflífa. Ekki vilja að blessa skepnurnar í hvali. Í matist þessi dýr, notið þeir eigin lífaföru.
Við þurfum dúka á borð en ekki drátins borð. Við ættum danska sína innleiða hér. Jafnvel skeiðar og skál en ekki útmýgir mál. Jafnvel skori brauð og dulítið spér. Máske gaffall og glas en ekki ammónugas. Máske grautaskál sem vaskað á. Við þurfum hreinsaðan hníf en ekki þennan með líf. Við þurfum hreinan út að ferra og gott. Hér skítur og skömm, já skálinn römm. Hér skítan drullu og gæstlegt tafn. Við segjum takk fyrir oss og við krúpum við kross. Og við byggjum Krist að við lifum þetta af. Hvers eru kristilega uppræðsliða og andlegt heilbrigði hér í þessari sveit? Hvað er maðurinn eiginlega að segja? Ég held að sem spyrja hvað presturinn okkar heitir. Það er nú góð maður. En við skulum ekki nefna svona nafni núna. Það er hann séra Ólafur. Þegar stelpa, þú veist hvað gerist með þessi þrésvöld fyrir séra Ólafur. Nei, ég ætla ekki að segja séra Ólafur. Ó, nei! Hvar sem þeir eru að finna, hvar sem fólk er í klípu, hvar sem eitthvað þetta sjálfa. Þar er Ólafur ofurprestur mættur, aðstoðarmanni sínum, Magnúsi meðhjálpara. Jú, þakka fyrir. Alltaf gott að fá kaffi áður hafist þegar við handa við að drepa dömu og dróma, kveða niður drauga, já, og gera við bíla á ása. Hver er leiðin ykkur? Það er ekki neitt, það er bara óvart sem þið sögðum nafni þitt þrisvar. Sorry, menn. Komið þið sælir, séra minn. Við viljum kynna oss. Við erum Sívert Sívertsen og erum sérlegu konungur. Það er allir minn að heyra þetta. Þá er það léttur staðan ykkur. Hér er allt morandi útilegumanni og jafnvel öðru ítti. Þurfið þú að hjálpa minna að halda, þurfið að segja nafn mitt þrisvar og ég mætti sérhæður í útrýmingu útilegumanna, uppdrætningu íttis, svo bakar mjög góða smáköpinn í ofanála. Jú, fengar smáköpinn. Nei! Ekki þennan svo. Maður þurfti alltaf að hlusta á hann í hverri messu og það er alveg nóg. Þá er kaffið tilbúið, verst ég á ekki með því. Ólafur ofurprestur bjargar því. Ofur smákökur, gjörðu svo vel.
höldu þá heim á leiði. En þið viti hvernig að kalli ykkur ef ykkur vantar nauðar ykkur. Já, og ykkur vantar líka skemmtikraft af þorrablóti. Komdu, Magnús, við erum farnir. Við flýjum ekki á hólmi. Hverjir eru hann sem koma? Útilegumennirnir. Við bregðum korða voru fyrir oss og höfnum þá í spað. Þeir eru margir og stundum held ég séu ekki mannskir. Stundum held ég séu tröll, eða minnst okkarstu hálftröll. Það er minnst eitthvað verulega bókilega. Undir rúmið það, segir ég. Já, ekki sem því núna. Undir rúmið þig.
Þú ert nú meiri klauf en hans.